Já, komið sæl og velkomin í Sinn Egils á þessu sunnudegi. Í seinni hluta þáttarins ætlum við einblína svolítið á utanríkismálin og þennan ófrið sem að fylgir Donald Trump og þá koma til okkar Sóley Kaldal sem áhættu öryggisverkfræðingur, Krister Hafsson sem allir þekkja sem blaðamaður í Wikileaks og Dagbjört Hákonardóttir þingkona. En hérna á vettvang dagsins konir aðrir gestir. Það Þóra Arnljótsdóttir. Nei, Arnórs. Arnórs, já. Ég klúði alltaf hvað það svona. Viðar... Hvað með þetta? Halldórsson. Hafna, já. Já. Ég held þetta, þegar sá þetta fyrst, þetta væri Viðar Halldórsson í Hafnarfirði. Já, okkur stundum ruglað saman, sko. Já. Og þó að hann sé, ég alltaf þegar ég googlaðar á Facebook, sko, googlaðar á Google, sko. Já. Þá kemur alltaf, sko, mynda mér, en fæðingardagurinn hans, sko. Já. Og ég hef verið fyrirhundi atvinnumaður í fótbolta. Já, hann var landsliðsfyrirliði. Og Vigdís Hössler, lögmaður. Við erum allir velkomin. Takk. En ég sagði náðan að við ætlum svona seinni hlutunum að tala Donald Trump, en við verðum að gera það samt líka hérna. Þetta hérna erfiður maður. Það það ekki? Slær þá þögn á hópinn. Já, það kannski ekki sterkt til orða tekið að segja þetta sé erfiður maður. Þetta sko, ég var að hugsa þetta á leiðinni hingað. Bara mér finnst frá því að sko, tímamótin urðu þegar Rússar réðust inn í Úkraínu. Það bara breyttist þá urðu bara vatnaskil. Það varð breyting og öll viðmið og allt það sem við hefum gengið út frá, Fukuyama og End of History og allt það breyttist. Og að hafa, sko, Kínverjarnir segja meiri lifa, sko, áhugaverða tíma af því að þeir eru yfirleitt verstir. Við erum að lifa áhugaverða tíma sannarlega og að fylgjast með því sem hefur gengið á núna undanfarið með morðinu á Gut, þarna saklausri konu, sko, í Bandaríkjunum. Og hvernig þeim raunveruleika bara snúið upp í eitthvað sem bara, ég hefði bara ekki getað trúað því að þetta gerist í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Hefur verið kallað gaslýsing af hálfu bandarískra stjórnvalda? Já, og ég meina, ég sá Karen Kjartansdóttir var með hugtak yfir þetta, sko, nýstalinisma, þar sem að sko staðreyndin það skipta engu máli. Þú bara segir hvað þér finnst þetta að vera og þannig verður það. Og sko, þú hleypir ekki í læknum að það má enginn komast á vettvang, þetta náttúrulega, það bara alveg sýki sem hafa sér svona. Á sama tíma að þá ertu með aðgerðir eins og það að handtaka Maduro. Svo eru mótmælin í Íran og klerkastjórnin og öryggissveitirnar hafa hingað til ekki dregið af sér í viðbrögðum og bara skotið fólk á færi. Það eins og sé smá hik á þeim núna. Og það geti mögulega farið svo á einhverjum tímapunkti að klerkastjórnin ná ekki að halda völdum og hver mun þakka sér það nema Donald Trump. Þannig að það eiginlega bara ótrúlegt að sitja hér upp á Íslandi og fylgjast með þessu og að ekki sé tala nágrann okkar hérna bara 200 kilometra til vesturs og það sem að þau eru að glíma við. Þannig að ég hleyp ykkur af. Þið með taka Grænland núna, sko. Já, ég sem kannski félagsfræðingurinn horfi svona að reyna að sjóta í svona stóru og sögulegu samhengi. Trump kemur hérna upp, sko, ég var út í Bandaríkjunum bara í New York, bara þegar hann tilkynnti framboð, sko, og manni fannst það svo einhvern veginn absúrt á þeim tíma. Hlægilegt. Hvað hann að gera? Þetta eitthvað publicity stunt eitthvað og þú veist eitthvað svona, þetta var sko fjarlægt manni. En svo eftir á að hyggja, þú veist, þá sko snýst þetta ekki endilega persónuleikendur, sko, þetta bara einhver tíðarandi, einhver samfélagsleg þróun sem verður upp á 21. aldar með hruninu og öllu þessu, sko, sem gerir það verkum að það verða einhver tíðarandi það sem að sprett upp tækifæri og sprett upp einhver svona þarfir í samfélaginu og eitthvað svona óanægja sem sprettur upp. Þannig ef að Trump ekki komið þá held ég einhver annar hefði bara komið og tekið boltan, skilur. Staðan var ekkert endilega akkurat svo sama því hann búin að vera mjög afgerandi en samt sem áður sko ég líti á svona ákveðnir brestir í samfélagslegri þróun vestrænna samfélaga sem teygja sig aftur í tímann sem við erum að upplifa núna. Þessna finnst okkur þetta svo einhvern veginn galið, margt sem að gerast sko, vegna þess að
þú veist, þetta snýst ekki bara einstaklinga, þetta snýst einhver tíðaranda, snýst einhver gildi og viðhorf og samfélögin eru svolítið að leysast upp, öll norm og gildi og allt þetta og þetta á svona lengri svona aðdraganda. Þannig að mér finnst þetta svona allt svona áhugavert og frá þessu sjónarhorni og þess vegna ég ekkit voðalega svona bjartsýn, skiljið, sko, vegna þess að ég held að bara mannleg samfélög eiga bara í svolítið svona, það er búið að grafa undan þeim, skiljið, og þetta snýst svona ákveðin svona græðgisvæðing, einstaklingurinn upphaf og endir alls og þetta snýst legacy og þetta snýst völd meðan öll kannski svona þetta mannlega og gæska og samvitund og samfélag og allt þetta svona þverrar sem ótrúlega líka sorglegt vegna þess að ég held að bara fólk sé gott en það ykkur svona ákveðin öfl sem einhvern veginn ná að nýta sér svo stöðu fyrir sérhagsmuni, sko, hann okkur svona stjórnað alltaf af færri sterkum öflum sem að keyra samfélagið svolítið út í horn á eigin forsendum, þannig að það svona mín nálgun á þessa þróun alltaf. Og ekki kjörin, sko, þessi óbæslegu völd sem felast náttúrulega í stórum alþjóðlegum fyrirtækjum og það sem hún nefnir, sko, það akkurat þetta. Það þýðir ekkert bara eitthvað að halda niður í sér andanum og telja niður dagana þangað til kjörtímabili Trumps lýkur og þá fari allt í sama horf og áður var. Það snýst nefnilega ekki það og það akkurat þetta sem þetta segja. Þetta miklu víðtækara en það. Þetta snúist einn mann, sko. Já, og ég held líka að það verið svo horfa til þess að þau ert að keyra áfram svona ofboðslega harða utanríkisstefnu að þá það náttúrulega bara fyrir venjulegt fólk sem stendur þar fyrir utan, ekki endilega Bandaríkjamenn eða ekki endilega ríkisborgarar Venesúela, eru sannarlega ekki grænlendingar, að fyrir aðra þá svo auðvelt að setja sig samt sem áður inn í það og horfa að þetta fullkomlega ábyrgðarlaus málflutningur. Þetta verður að glanna svo mikið í beigjunum með alls konar fullyrðingum og þetta fyrir svona gott og skynsamt fólk sem kannski ekki alveg sterkt á svellinu í þjóðarétti en fyrir því þetta bara þetta gengur ekki upp einhvern veginn að tala svona með svona óbáslega sterku fullyrðingu að þú ætlar að taka og gera og þetta þegar að svo annar ángi samfélagsins bara, nú ég bara að horfa henni heima sem að horfa á þetta með þeim þætti að býtu hvað gildi hefur núna samningur Sameinuðu þjóðanna, hvað gildi hefur önnur grein hans, þetta bara vaða inn í ríki og handtaka forseta, sama hvað hefur gengið á þar innanlands, hægt að segja næst tökum við Grænland og þegar hinn linda og augljósa náttúrulega bara að nýta auðlindir, og þetta eitthvað svona það sem heimur að helja þröm og það náttúrulega líka bara út af því að það eru aðilar sem eru við völd sem geta komist upp með að segja og fullyrða og taka svo stertur orða að þeir ætti sér að gera eitthvað og fyrir einmitt örfáa aðalega alþjóð fyrirtæki þetta bara þetta svolítið sem situr í mér, sko. Og einhvern veginn, svo erum við með litla Íslandi og erum að velta því fyrir okkur hvað afstöðu ætla stjórnvöld að taka. Bara hvar ætlum við að plastra okkur inn í þessu umræðu. En sannarlega ekki hægt að tala með þessum hætti eins og bandarísk stjórnvöld hafa verið að gera og sannarlega ekki hægt að tala með þeim hætti að vera ykkur í meðvirkni með ykkurum innræðisherrum, sko. Þannig að þetta ég held að þessi komið tími á það núna ef Íslands stjórnvöld ætla eitthvað tíman að segja eitthvað þessa afstöðu og svo sem sömuleiðis fyrir okkur Íslendingar líka sem eru núna fram á sjónarsviðinu að tala með tiltölulega ábyrgðarfullum og skynsumum hætti þessi mál en alls ekki ýta undir hverskins þöggun eða sína einhverja meðvirkni gagnvart stóru veldum. Þess að Baldur Þórhallsson sagði náttúrulega líka svo réttilega að við sem smáríki að við eigum allt undir að alþjóðalög séu virt. Þetta sé svona þess að súmur aðeins upp alla þessa stöðu, heimur og heljaþröm sem var Robert Reich hann var að segja bara sjálf siðmenningin í húfi. Siðmenningin byggist á þessu að við erum komið bara eitthvað reglur og lög og allt það sem byggja á því
að bara þjóðríkin hafa sinn ákvörðunar rétt og allt það og við erum að verja þá smærri fyrir þeim stærri. Og hann segir þegar þeir stærri geta bara hunsað allt og tekið hérna og pikkað allt upp, þá er bara siðmenningin okkur búin, sko. Og það, þú veist, það er rosalega eins og þessi lagarlega hlið, sko, skiptir máli þar að þess vegna er heimur og heljar þröm, sko, bara endi siðmenningar og lýðræðis og allt þetta, sko. Men það sýnir sig líka bara í könnunum og rannsóknum á viðhorfi fólks. Það er minnkandi trú á lýðræði, það er meiri trú á sterkamannin, það er þessi svartsýni að fólk, sko, í yngri kynslóðir, sko, bara upp í 70% sem segja, af því að við erum búin að fara í gegnum 20. öldina á ógnarhraða, þar sem allt er alltaf á leiðinu upp. Lífið er að vera betra, næsta kynslóð á að hafa það betra, og þannig hefur það verið og svona þótt að komi niðursveiflur inn á milli og það hafi ekki allir náð að fylgja með, að þá er það samt sem áður þannig að við höfum verið á réttri leið, heimurinn hefur verið á réttri leið og hérna svona menni svo Hans Rosling sem hefur bent á það í gegnum tíðina, við skulum alveg skoða tölundar eins og þær eru og gerði mjög margt gott í því. En svo bara komum við að þeim tímapunkti að fólk sér þetta ekki lengur og ég held að vera 73% ungra Breta sem að segja, nei, ég tel nú að við munum hafa það verra. Við höfum minni tækifæri, lýðræðið er búið, við verðum bara að fara að sætta okkur við það að nú erum við á niðurleið, sko. Og það bara viðhorfið, af því að þetta snýst hugarfar sem að ríkjandi hugarfar, það skiptir óbærslega miklu máli. Hvað við sættum okkur við. Og þannig fellur siðmenningin ef við sættum okkur við það, þú veist, allir þeir sem sitja hljóðir hjá og segja, jæja, þetta er víst bara að fara svona. Herru, ég meina þetta svona, lækkaðu hljóðmennaðin aðeins. Svona. Já. Það er Smári, þú er búin að sitja þögull. Já, ég er svo sem ekkert, þetta bæta er nú margt hægt að segja, við erum náttúrulega að koma út úr, kafla í sögu okkar heimsluta, þar sem að ójöfnuður jógst. Það er ekki tilfinning ungra Breta að þeir munu hafa það lakar heldur en foreldrakynslóðin, allavega svona hlutfallslega. Það er bara staðreynd. Það er innbyggt inn í kerfum okkar þannig að það er svona eldra fólk sem að hefur það betra. Það er bara út af eignum, það er yngra fólk á í erfileikum með að eignast húsnæði og fleira, ekki bara hér heldur alls þar. Þannig það hefur verið áhersla, einu svona höfðu við eignaskatta og ýmislegt svona til þess að jafna stöðu milli kynslóða. En það var aflagt, það talið vera óréttlátt og það hefur þá aukið ójöfnuð á milli kynslóða og við höfum, það er ekki svo langt síðan að við vorum með lýðræðisvettvang þar sem að við töldum að væru að taka ákvarðanir það hvernig samfélagi við ætlum að byggja upp en svo hugmynd var eiginlega aflögð fyrir 30-40 árum. Hugmyndin var svo að við ættum að sleppa lausum, ég held að þetta kallað frumkvöðlar í dag eitthvað sem að myndu finna upp eitthvað sem að myndu færa okkur miklu betri veröld og samfélag heldur en að við getum sjálf komið okkur saman hvernig þetta að vera. Og þar með hefur almenningur það kannski, með stór hluti almennings, hefur það efnaðslega lakar, hafa minni völd, minni tilfinningu fyrir því að það hafi getið haft áhrif á samfélagið, hefur tilfinningur á því að samfélagið eru ekki við, sem að heldur eru það þeir eða eitthvað slíkt. Og svo er það kannski bara þannig að við vorum alveg upp í þeirri trú að við værum búin að taka réttar ákvarðanir með valddrift lýðræðiskerfi og það er hlýtt að vinna. En kannski var ástæðan bara svo að það færði okkur mikla efnaðslega getu, lyftu upp fólki sem áður var valdalaust og bláfátækt og við þekkjum það bara í okkar, við getum bara í fjölskyldu svo okkar bara 2-3 vætlið aftur í tíman og séð hvað gerðist. Og eins og stundum er að þá er samþykki fólks við kerfinu háði að kerfið skaffi þeim betri afkomu. Þegar það síðan brestur, svona þegar það fyrir að líða á nýfrjálsíkutíman, það kemur ljós að það var allt saman meira og minna bara lygi, færðir bara aukinn hag til örfára, að þá kemur þessi brestir sem að Þóra var að benda á, allt í einu hefur fólk ekki trú á kerfinu. Af því að kerfið verður að, ég meina, akkur ættum við að vera viðhalda einhverju lýðræðiskerfi og eitthvað fleira ef að við höfum alltaf bara verr og verr. Þannig er það, ég meina, þannig mun á endanum grafast undan kerfinu þannig er verið að grafa undan kerfinu í Íran
og þannig við mun grafast undan kerfinu í Kína og allstaðar og við fórum illa með okkar kerfi sko og því miður þá finnst mér það skrítið þegar við heyrðum það svona svolítið tónn hérna, á hverju enginn að verja hið valdreiða lýðræðislega kerfi. Hvar andstaðan við niðurbrot lýðræðis í Bandaríkjunum? Maður bara sér það alla sko. Þetta eru mótmæli, þetta benda og hitt og þetta, en ég sé ekkert sem að stoppa þetta. Ég heyrði það miklu meira normalísering á þessu. Ég var að hugsa þegar þú varst að tala, ég var bara að lesa viðtal við Kristrúnu Frostadóttur þar sem hún bæði að normalísera Trump og þú veist að við eigum Bandaríkis við vinir okkar og útlendingastefnu Miðflokksins sem eiginlega innflytjenda hatur Trumps á Íslandi og ég meina ef það þannig að þeir sem ættu að verjast fasismannum eru normalíseran þá erum við í ótrúlega slæmri stöðu. Já. Er það þannig? Það er ekki það sem að Kristrún Frostadóttir hefur verið að segja í þessu stóra viðtali í heimildinni. Já, sko, ég held að við verðum líka átt okkur af því að ábyrgð fjölmiðla alveg gríðarlega og til þess að þú náir sem pólitíkus áheyrn fjölmiðla að þá oft á tíðum hlýtur aðlaga málflutningin að því sem þeir vilja heyra og verður svo síðan birt. Bara Þóra, þú kemur sterkt inn í þetta en ég meina ég held líka vegna þess að fréttir lifa alveg og það er svo auðvelt að fletta þeim upp aftur og þegar Þorgerður Katrín talar að Trump sé ágætis maður, man ekki hvernig þetta var eitthvað svona þegar þið hittust og þetta var bara, hvað orðum notaðan, áhrifamikill maður. Heillandi, það var eitthvað svona og þetta er klárlega eitthvað leitarorð sem poppar upp leið og eitthvað ráðgjafi Trumps googlar Ísland og utanríkisráðherrann, þá er þetta er svo taktíst sko bara brilljant bara að setja þetta upp svona þannig að þegar eitthvað ráðgjafi Trumps bara flettur upp Þorgerði Katrínu og samskipti í Íslands þá er þetta fyrsta fréttin, já bara ágætis maður eða hvernig sem það var orðað þannig að en ég skil það alveg að fjölmiðlar eru sagðir vera málpípur fyrir hinn og þennan málstað en það er náttúrulega líka bara fyrir pólitíkusuna þá þurfa það náttúrulega líka einhvern veginn að trúa því að gera sig gildandi einhvern veginn inni á fréttavitunum meðan hans gaggjart til þess að nota orðið heillandi til þess að tryggja það svo síðan að það verði átt eitthvað virt samtal í framhaldinu Ég veit ekki með, sko, ég hef ekki lesið þetta, ég er ekki með áskrifta heimildinni og ég sá að það var eitthvað þarna og ég veit ekki alveg hvort að allir sem þú veist, það er alveg rétt með orðræðuna og normaliseringuna. En ég átti að til eitthvað tíma fyrir árum þá kom ykkur að fréttir og maður svona stökk á vagnin, sko. Og svo sá maður eftir því þegar maður sá fréttirnar í samhengi, og ég veit ekki alveg hvort allir sem var að gagnrýna þetta hafi kannski lesið þetta, en sko, þannig ég ætla svona aðeins að bara anda með nefinu í þessu, vegna þess að það sem ég finnst Kristrún Frostadóttir hafa verið að reyna að gera, hún er verið að tala um að sem er miðflokkin, að hún er búin að vera að reyna að koma í veg fyrir þessa pólariseringu og byggja frekar brýr. Mér finnst þessi ummæli eins og verið sett fram og koma þarna fram mjög áhugaverð og sérstök í öllu þessu ljósi en ég ætla að leyfa mér aðeins að anda með nefinu og fjá í hvaða samhengi þetta er vegna þess að mér fundist að vera hennar stíl að reyna að byggja brýr í staðin fyrir að pólarisera og útiloka. En þú getur ekki byggt brú hvert sem er sko. Við getum ekki búið til sko hálffasist samfélag eða hálfrasist samfélag. Nei. Einhvers staðar verðum við að segja bara yfir í þetta sker fer engi brú. Nei, en það er kannski ekki, sko, en það er kannski meira samtali, það er ekki verið að taka kannski upp stefnu miðflokksins, sko, en það eru fullt af fólki og miðflokkurinn að stækka í könnunum og allt það. Við viljum heldur ekki pólariseringu sem fólk talar ekki saman, sko, skilur, við verðum að hafa eitthvað samtal. En forsætisráðherra, orð hennar eru, sko, mikið meiri heldur en þín eða mín, sko. Að klárlega, skilur við, en sko, ég ætla ekki að fara að verja hans þetta, ég veit ekkert endur þetta vita, ég ekki lesið það, en ég bara hugsa almennt í umræðunni og það sem samfélagsmiðlarnir hafa gert og það sem fjölmiðlarnir gera með þessar klikkbeitur og allt það, þeir eru alltaf að reyna að skapa einhverja svona umræðu og einhvern veginn svona sem að
hefur áhrifin í umræðina og býtur, skilurðu, og svo fer maður ofta að kynna sér málinn og allt það, þá var þetta kannski ekki alveg í þessum anda, þannig ég ætla að mér anda með nefn alltaf í þessu. Já, ég er ekki búin að lesa viðtalið heldur. Ég bara játa það hér og nú, þótti hafið vilja ræða það, ég bara var ekki búin að því. En þetta er málaflokkur sem verður ræddur. Bara eins og Miðflokkurinn flýgur í könnunum að þá þarf sannarlega að ræða hann. En hvaða máli skiptir það, Þóra? Þótt að Miðflokkurinn fari frá 12% upp í 21, það er 9%, helmingurinn af því er bara því að Sjálfstæðisflokkurinn er í einhverju tjóni, það er 4% sem einhvern veginn eigum við að elda þetta fólk. Við allar kannanir sem við sjáum að Íslendingar hafa ekki afstöðu Miðflokksins til neins máls. Ekki kvótamálinu, ekki innflytjendamálum, engu máli. Af hverju eigum við að láta hann stjórn umræðinni? Þetta er nefnilega svo merkilegt. Ég hugsaði nú á kvennaverkfallsdaginn, þá er nú gott og jafnvel áhrifaríkara af því að hér er ég einhver hvít miðaldra miðstjórnarkona, þú veist eitthvað lapp út úr vinnunni í sjálfu sér ef við værum með svona innflytjendaverkfall, þá myndi Íslands samfélag stoppa. Þetta er fólki sem að hugsa gamla fólki okkar, hugsa börnin, strætó myndi ekki ganga og svo framvegis, þú veist, það væri skítutastar. Nei, það er bara þessi umræða, mér finnst þú svo merkileg af því að það er svo oft, fólk segir, já, við viljum endilega fólk komi hérna og vinni. Bara ef það er tilbúið að vinna, þá má það koma hérna. Já, allt í lagi. En það má eiginlega bara vinna, en svo er eins og fólk haldi að það fari bara inn í skáp á kvöldin. Og þurfi ekki að nota heilbrigðiskerfið, menntakerfið, húsnæðiskerfið og svo framvegis. Að það sé bara... Fá ekki atvinnuleysisbætur eða missa vinnuna. Nei, akkúrat að þau búi bara einhver annar í vít. Nei, þau eru hluti af samfélaginu. Ef fólk kemur hingað að vinna, þá er það bara hluti af samfélaginu og jafnvel þótt að koma ekki hérna að vinna. Og þetta virðist einhvern veginn bara hafa komið fólki óvart. Það bara, eru allir þessi 60, 70, 80.000 útlendingar sem hér halda upp í ferðarþjónustu og mörgum atvinnugreinum, eru þau bara hér byrði á menntakerfi og heilbrigðiskerfi? Nei, þau eru bara nota kerfið svo hverjir aðrir borgarar í þessu landi og þetta við bara endilega ræðum þetta, en við skulum þá líka vera með staðreyndirnar á hreinu. Þeir vera að tala flóttamenn, þessi alþjóðlegu flóttamenn, þeir eru nú aldeilis að rústa kerfunum okkar. Hvað er þetta að tala um? Þetta eru örfáar hræður. Það eru örfáar hræður. Það er alltaf lægsti samnefnarinn tekin, Já, og fyrst og fremst fólk frá Úkraínu sem í Alþingi er búið að samþykkja bak og fyrir samhljóða að bjóða velkomin. Og ég veit ekki til þess að hafi verið til nokkura vandræði hér, Ég er alveg sammála öllu, bara akkurat þetta. Þetta er bara rosalega mikilvægt fólk og við þurfum að sýna menn, þannig að þessi málatilbúningur Miðflokksins að ala á þessu er alltaf bara hræðilegur. En punkturinn minn er þessi, ef við ætlum bara að útiloka annan hóp, alveg eins og var kannski gerist í Bandaríkjunum, þá bara þéttir hann raðirnar. Þetta er bara, nú leita í sem félagsfræðingur Emil Durkheim, þegar aðrir er sótt og er ekki áður hlusta, þá bara forherðistu í þessu. Það þarf að eiga einhvers konar umræðu og ég er alls ekki að segja við að taka upp hennar bara langt frá því, eins og langt frá mig að hugsa getur, en það að útiloka, eins og segir, 20% í könnunum, þessa rödd, við verðum að taka þetta samtal með einum verum hætti án þess að við þurfum að taka undir það. Mér finnst líka að það, þetta samtal þurfi sannarlega eiga sér stað, en mér finnst að samtali geti ekki orðið nema að þessi sömu aðilar, þetta sama fólk sem hefur sér frammi í hvort heldur sem er með á móti innflytjendum eða hvað það er, að það einhvern veginn viðurkenni svo bara ábyrgðina á móttöku flóttafólks frá 1974 þegar Víetnamenn komið fyrst hingað til lands, og svo síðan koma kolli kvótaflóttamenn og svo er komin aðalega að sækja alþjóðlega vernd, að það sé að samfélagið, að við sem ætlum að taka þátt í þessu umræðu, viljum endilega þessu umræðu í þessu stað, viðurkennu að við erum bara búin að jaðarsetja þetta fólk og þennan hóp bara frá lýðveldissögunni. Og það byrjaði það alltaf bara þegar Íslands stjórnvöld sögðu bara þegar Ísland var hernumið, við viljum enga þeldökka hermenn hingað til lands, híli, eða af öðru þjóðabrótum, þannig að leið og við erum farin að viðurkenna það að við erum eiginlega bara, ég ætla ekki að segja F-orðið, en búin að klúðra móttöku
og skólamálum og þetta, við erum búin að jaðarsetja hópa, við erum, þú veist, og þessi umfjöllunum Breiðholtsbörn sem eru einhvern veginn, hendarlega Breiðholtsbörn, en þið vitið, unga, afkomendur annar þriðju kynslóðar innflytjenda, að þessi krakkar séu bara einhvern veginn út á vergangi, ég meina, leið og við erum búin að viðkenna það sem samfélag, að við erum búin að klúra þessum málum, þá held ég að við séum reiðbúin til þess að taka eðlilegt, skynsamlegt samtal þessi mál. Þetta er mikil breyting. Ég man bara til því á mínu æskuheimili, þá var talað svo vel Víetnamana. Þeir voru svo duglegir, þeir komið sér áfram. Svipaðu að gert núna. Svo umræðan orðin bara allt önnur. Já, svo gerir ráð fyrir því að þeim eins og Þóra segir bara fara bara inn í skápina kvöldi og og svo þurfum við ekki að hugsa þetta fólk meir. Þetta fólk greiðir útsvar og fara ekki að kjósa í sveitarstjórnarkosningu. Þú mátt vera með að þú ert góður innflytjandi og duglur í vinnunni, þú mátt ekki vera sem manneskja. En það er því að þú sagðir eitt að þið voruð að tala um þetta. Ég held að sé ekki að tala um þetta, ég held að þú hefur orðað þannig og líklega ekki verið að meina það. Þeir sem eru með og á móti innflytjandum. Þetta er bara ekki þannig mál. Þetta er ekki eins og með og á móti ESB. Þetta er ekki eins og, nú ætlum við að ræða um kvenréttindi. Tökum þá sem eru með konum og þeir sem eru á móti konum. Við viljum ekki þá þetta fólk sem eru á móti konum að borðinu. Það kemur ekkert, hvaða viti að þeir að koma í umræðum kvenréttindi. Þú veist, ég meina að vera með miðflokkin alltaf við borði sem eru á móti innflytjendum. Þetta er eins og þegar við vorum að byrja að hleypa samkynniðum inn í samfélagi, þá var það á RÚV. Þá mættu formaður og ritari samtakana 78 og þeir þurftu að tala við Gunnar í krossinum. Snorri Betel og svona. Já, Snorri Betel. Og saman með loftslagsmálum. Við erum bara að horfast í augu það. Miðflokkurinn er þar og hann er alveg upp á ótta og hatri og við getum ekki byggt gott samfélag upp á ótta og hatri. Við verðum að finna vettvang þar sem við byggjum það upp á góðum tilfinningum. En það þýðir samt ekki, við erum að loka augunum fyrir áskorunum vegna þess að sannlega fylgjaði miklar áskoranir að okkur við fjölgaðum bara 20% á áratug eða hvað það er okkur við fjölgað alveg óbáslega og megnið af þeim og megnið af þeim er fólk sem er erlendubergi og þá verðum við líka bara að takast á við það og vera tilbúin að aðstofa og hætta þessu ruglum það að fólk geti ekki lært íslensku eða íslenska er svo erfið, hvað bull þetta er bara tungumál eins og hvert annað mál og aðstofa fólk til þess af því að auðvitað vill fólk læra málið af því að það er náttúrulega lykillinn að því að komast aðeins lengra inn í samfélagið og vinna sig upp og svo framvegis. Við erum að takast á við þessar áskoranir, við getum ekki lokað augunum fyrir því að það fylgir því engin vinna fyrir kennara að vera með bekk þess að með 28 nemendur og þeir eru bara mismandi þjóðurnum og mismandi bakgrunn og svo eru greiningar og á einn kennara sjáum þetta eru bara breytti tímar og svo er verið að kvart yfir því að kennarar fari í kulnun og veikindaleyfi og svo framvegis. Það voru við bara að leggja það í það sem þarf vegna þess að það uppskerum við af því að annars eins og þú segir, þá erum við að tala um útiloka fólk, svo kemur næsta kynslu og svo eru Norðurlandaþjóðurnar búin að segja við okkur læriði af okkur, ekki gera sömu mistök og svo bara gerum við bara nákvæmlega það. En þetta er alltaf notað, þetta er miðflokkur sem notað þetta sem að mistökin eiga að vera það að vera ekki að keyra á rasisma. Það eru mistöki sem að Norðurlanda því þau voru ofvók, þess vegna nefndi þessu handram. Það sem að við að spyrja til dæmis stjórnvöld að nú buðu þið 5.500 úkrænumönnum byggðu þið eitt herbyrgi eða? Nei, byggðu ekkert herbyrgi. Þannig að vandinn sem hefur verið búin til er fyrst og fremst vandi stjórnmálana. Við hefum ekki verið að vinna í innviðunum, við hefum frekar verið að veikja þá gegnum tíðina, eins og bara oft í skólakerfinu og í háskólanum og allt þetta, maður finnur það og heilbrigðiskerfið og allt þetta, þannig að þetta tengist alltaf því, þetta er vandi stjórnvalda, fyrir einhvern einhver annar. Já, og líka bara hvernig samfélagi tekur á móti að það er bara, þetta er svo vandræðalegt að lesa athugasemdir, fólk er bara kvartið því að einhver kunni ekki íslensku þegar að þetta sama fólk bara afhjúpar sína bara einskæru leti við það að tala og einbeitir sér að því að tala íslensku við þetta fólk sem vinnur í þessum þjónustustörfum. Og pirrar sig einhvern veginn á því og þetta er svo mikið lægsti samnefnarinn í mannlegum samskiptum að pirra sig mitt á einhverju svona í staðin fyrir að reyna að nýta þá þína krafta til þess að jafnvel kenna, jafnvel þó ekki sé nema örstuftastund. Svo höfum líka bara svo lengi verið lítið einslegt samfélag, það sem við þekkjumst öll og bara það segir svo að þú ert aðflutt út með börn í fótbolta eða einhverjum íþróttum
allir fóreldrarnir voru saman í grunnskóla og voru saman í kór eða eru skildir eða hvað það og eru með þetta þétta lokaða samfélag. Tungumálið er eitt en annað er líka bara svona þessi menning sem við eigum og saga og menningararfleifð og að taka fólk inn í þetta það hefur reynst alveg ofbáslega erfitt fyrir þá sem koma utan að sko, það er kannski einhver svona áætlun og einhver svona verkefni stjórn og það á að hjálpa fólki formlega við einhverja aðlögun, það er eitt. Hitt er bara kúltúrinn, sko, þar sem okkar eigið hugarfar. Taktu vel á móti fólki, leyfðu fólki, þú veist, bjóddu þeim heim, passaðu upp á þau séu með. Við höfum svona sögum gestir í þessu, við höfum líka sögum hatur, ég held að Ólsar og Sandarar slóust á böllum og ég held að þeir ekki Grindvíkingar og Keflvíkingar slóust og þannig við höfum ekki náðum við að komast yfir það, kannski ættum við að fletta upp í því hvernig þú tókst það. En við talaði við komandi á hliðarlínunni þar sem þú horfir á barnið spila fótbolta eða börnin ykkar spila fótbolta og ég var reynd að tala bara smá hliðanóta hérna að það er bara ein hérna pólskona sem ég hitti núna daginn og hún var búin að búa henni í 6 ár og henni búið í fyrsta skipti í Íslands brúðkaup og hún var svo heimilifandi bara að því að þarna og ég sagði já bara og verður ekki skemmtilegt og hvernig líðið með þetta hún sagði núna finnst mér vera hluta í íslensku samfélagi Þetta svolítið búin að vera minn málflutningur með samfélagi sko. Þessi daglegu samskipti hafa verið svona kvarnast upp úr sko, með netmiðlunum og öllu þessu við hittum sjaldnar og þessir félagslegu töfrar sem við erum að tala verða minn og minni og sko við erum ekkert endilega að rækta samfélagið okkar, skilur við. Við gerum það ekki á netmiðlunum, sko. Við erum að rækta það með að taka þátt í nærumhverfi okkar, að bjóða tala á hliðlínu og bjóða ykkur í afmæli og allt það. Tala við fólki, skilur við, og þegar við tölum við fólk og horfum í augun á því og hittum það, þá verður það mannlegt. Og þetta er yndislegt fólk og maður áttar sig alltaf á því þegar maður talar við fólk og hittir fólk. En það er svo auðvelt að einhvern veginn svona setja það í einhver box í gegnum einhverja netmiðl og einhverja umræðu og eitthvað það og mér hefur fundist kannski svona vera skortur á þessu mannlegu samskipti. Ég verið að tala alltaf við þessu og við erum að fara út í búð og við erum að fara á kassan og við erum að tala við kassastarfsmanninn, skilur allt þetta. Og ég á mikla vini í búðinni, vinkona mín hérna í Króatíu og hérna Spánverjinn sem selur mig kjúklinginn og ég spjalla alltaf við þetta fólk. Þú veist og þá bara heyrir maður þeirra sögu, skilur og það myndast svona tengsl og sko og við þurfum að reach out, sko. Skilur við þurfum að tala við fólk, við þurfum að stíga skrifið, við þurfum að rækta samfélag okkar. Ég held líka bara að ég tek bara heilsögurindu það sem þetta segja, rækta samfélagið og finna þessa töfra sko og líka bara sýna fólki áhuga. Bara að geta íslenski stjórnmálmenn bara í Guðs bænum fara að sýna fólki áhuga. Og þá er ég ekki endilega að tala að taka þessa kerfisbundnu heimsóknir í sveitarfélögin sín, sko, kjördæmin sín. Bara nennið vinsanlegast að bara sýna fólki áhuga. Þannig að ekki bara á tillitugum og rétt í aðdraganda kosningar. Ekki bara stjórnmálamenn, þetta er við alls. Sko. Já. Það hafa eirun opin og vera tilbúna því að það eru svo margir sem koma með magnaðar sögur. En upplifa það svo að það hefur engin áhuga á því. Já. Og það er akkurat það sem þetta segja. Ég bara tek alveg undir það. Það er svona tekt svona bara til að vera, það vilja allir svona tilheyra og tilheyra byggist á því að sjá aðra og sjást, skilur við, veist, og við sjáumst á netmiðlunum og allt það, en sko, þú veist, við svona þannig, en sko, það er enginn sem að sér okkur samt sem áður, sko, skilur við, það er svona, það vantar þetta gagnkvæma samtal, þetta gagnkvæma mannlegu tengsl, sem að búa til samfélag, við erum að vinna þetta saman og við gerum þetta saman, skiljið og þetta er svona bara þetta starra trend sem voru lýsað inn í byrjun af hverju Trump kemur þarna upp, það sko samfélagið hefur sem fyrirbæri mist pínu mátt sinn sko, út frá vaxandi einstaklingshyggju, einstaklingun sjálfur sér nægur, græðgisvæðing og allt þetta og þá förum við að gefa minna til samfélagsins og en óska eftir meira frá því, skilurðu, og kvarta svo yfir því að hluti sem ekki lægi, en samfélagi er bara það sem við gerum það. Og ef við ræktum það ekki, þá verður það ekki nógu gott. Þannig að svona, mér finnst þetta að vera stóra vandamálið. Þessi samfélagslega vitund, það skortir á hana
í þessum heimi sem er að þróast í þessar átti sem er að þróast. Við myndum að ætla það að því að vaxandi fasismi og Trump og svona andmannúð gengur yfir ljósum lofum af Evrópu. Maður myndi að ætla að mótsvarið við því eitthvað svona í þessu áttina. Við myndum rísa hér húmanismi upp. En mér finnst að ég býð ennþá sko. Ég sér ekki alveg merki þess sko. Mér finnst hérna flokkarnir sem eru að glíma við þessi viðhorf upplifa sig í hinu liðinu eru meir og minna normalíseraðu og kveðu. Mér finnst eins og í Bretlandi þar núna þessi umbótaflokkur Farage með svona 28% fylgi. Hann algjörlega drottnar yfir pólitískar umræður. Það eru græningarnir aðeins að ná tóninum, en ég stjórnvöld bara beygja sig undir þá eitthvað. En almennt sé held ég sko að bara fólk almennt sé í Vesturlöndum hefur það bara of gott til að vera svona þurfa að takast á við það. Skilur, við erum að hugsa bara komast í utanlandsferðirnar okkar og við erum á netmiðlunum okkar og það er verið að stela athygli okkar, skilur við. Það var eitthvað sem barðist fyrir því frelsi sem þú hefur til þess að lifa eins og gerir núna. Já. Og þú munt þurfa að berjast fyrir því. Já. Þannig að því bara fyrir sem á vagnar, því líklega það að þú munur geta gert það, annars hægt við að þú lokist inni, þú og börnin þín og barnabörnin inn í einhverju kerfi sem þið komist ekki út úr. Já, við erum sofandi að feigðarósi, Neil Postman, fjölmörgagrínni, hann skrifa bók, Amusing Ourselves to Death. Þú veist, við höfum það svo gott og eitthvað, við erum ekkert að pæla, við erum bara sofandi að feigðarósi og stýrt af einhverjum öflum í kringum okkur, sko. Og meðan allt einhvern veginn bara svona að flosna upp í kringum okkur. Sko. Svona fram að hruni lifðu við svona í svikalogni. Sko, ég heldum alltaf að vera svo fínt. Nema Ögmundur, hann sagði við vitalið hann vildi bara fá bankan alla úr landi. Hann óttaðist á og fekk mikið pú fyrir þetta. En sko, í dag svolítið merkilega dagur. Þetta síðusti jólafrísdagur Alþingis. Það þingið sett að morgun. Já. Og er það ekki óvinni snemma bara? Er það ekki bara óvinni snemma? Jú, kannski. Það mikið að gera, eða ekki? Og ríkisráðsfundur í dag, klukkan 3. Já. Og Ragnar Þór verður Kryndur. Félags- og húsnæðismálaráðherra. Þriðji menntamálaráðherra Flokks fólksins á ári. Inga Sæland. Já. Þetta svona búin að vera umrótt hjá Flokki fólksins. Hinir flokkarnir hafa verið stabilir í þessu. Ég held bara sko, þú veist, það bara eitthvað sem þarf að bregðast við sem kemur upp og mér finnst ekkert óeðlegt við það. Mér finnst samt svona flokkur fólksins sko oft vera hann ekki alveg hann svona þarf að hafa meira fyrir hlutunum en aðri flokkar. Mér finnst það svona að byrja sko þessir hefðbundnu stjórnmálaflokkar. Þeir eru á ákveðnum stað. Flokkur fólksins sko kemur svolítið annar átt og hefur ekki þetta menningar og auðmagn í anda Bourdieu sko, talar ekki alveg sko, þú veist, rétta orðaforðan og ekki með Oxford-menntuninn og hvað þetta eins og forsætisráðherra Bretlands sko. Það þurfa svolítið aðeins að sanna sig sko, sem gera það verkum að það er svona, mér finnst vera pínu svona yfirlæti gagvart flokki fólksins. Er ekki alveg eðlilegt að gera þær kröfur, að gera kröfur til stjórnmálamanna í Íslandi? Að sjálfsögðu, en ég held sko að það er ekki eðlilegt að segja við suma hvað er þú að vilja upp á dekk. Nei. Akkur er þú ekki bara niðri undir þiljum að móka kól. Já, ég held að sé líka ágætt svona flokkur fólksins, ég held að sé mjög mikilvægt að hann sé á þingi. Skilur, hann er að tala fyrir þetta fólk sem við vorum að tala um áðan, fyrir þá sem minnst mega sín og það sé mikilvægt að sé flokkur sem er að berjast fyrir þá sem minnst mega sín. Hann kemur úr annari átt og það er nú kannski svona pínu hroki sem felst í því er svona að svona sko flokkur fólks er að bregðast við vandamáli sem upp er komið. Það er bara fullt af fólki sem er hérna í lægstu stettum, það er bara fátækt og fólk sem er í þessu neðsta lagi samfélagsins sem er mjög erfitt að komast upp úr, skilur við. Og hljómsveitin Pulp, það með lag sem heit Common People, þekki að það var svona hástéttar stelpu sem var með söngvaranum sem var svona lágstéttar og hann fannst það spennandi að vera í þessum heimi en í laginu segir sko, þú veist bara þegar þau eru saman í herbygginu og það kemur einhver kakkalakki sko í húsnæðinu, þá getur hún alltaf hringt í pappa sinn sem bjargar henni sko. Þannig að það voru erfitt að setja sig inn í spor þeirra sem að glíma virkilega við fátækt og virkilega við þessar hindranir allar og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að sé talsmenn þessa hóp sé inn á Alþingi
og tala þær röddu vegna þess að það er mjög auðvelt fyrir okkur sem að, og kannski ekki, við erum ekki þar, að segja eitthvað án þess að átt okkur á stöðu þessar fólks. Þannig ég held að varðandi Flokk fólksins, hann fekk lýðræðislega kosningu. 14%. Mjög góða kosningu, er ekki fyrsti þingmaður í Suðurlandi eða eitthvað, ekkert okkaði með eitthvað lýðræðislegt umboð til að skiljið því, En mér finnst oft svona að hann er svona svolítið að taka til í málum sem hafa drabbast niður hjá okkur, þar sem að misskiptingar voru meir og meiri, og samt eru við einhvern veginn á sama tíma að halda tryggð við og segja hvað hinir flokkarnir sem hefðbundu flokkar séu merkilegir, flokkarnir sem sköpuðu þetta ástand. Já, þetta er náttúrulega Þannig mér finnst svona, Já, hann flokkurinn náttúrulega settur saman og verður til vegna þess að hann skorar á kerfið. Og þetta er bara flokkur sem er þarna og hlýtur svo kosningu vegna þess að hann er tilbúin að skora á kerfið. Síðan er svo spurningin hvort að hann hafi úthaldið til þess að halda áfram að skora á kerfið. Kristrún er að hvetja svolítið, hún talar hvað sé nauðsynlegt að þessi flokkur sé í ríkisstjórn. Þannig að Ég held að við getum öllur samlega það. Það er ástæða fyrir því að hann fekk svona góða kosningu. Ég held að við verðum ekki að tala neitt svona flokk með þessu, hvort hann ætti eiginlega rétt að vera ríkisstjórn eða rétt að vera á þingi nema Flokk fólksins. Þegar við erum eitthvað smituð af þessu að þetta sé einhvern veginn ómerkilegri atkvæði eða ómerkilegri fulltrúar. Mér finnst samt við erum alveg á mörkunum. Já, þú segir við sem svo hrifin öðrum stjórnmálaflokkum, ég held að fólk sé bara almennt orðið tiltölulega lítið hrifið af stjórnmálaflokkum punktur. Já, við erum ekki samt að tala um þá sama hætti, Nei. Það er alveg. Ef að þetta gerst í Samfylkingunni eða Sjálfstæðisflokki þessi ráðherraskipti, værum við að setja það upp sem einhverja svakalegt issue, ég veit það ekki. Nei, ég held ekki, Flokkur fólksins ég hrífst alveg með vegna þess að þetta þingflokkurinn samastendur af rosa svona áhugaverðum aðilum í rauninni. Þið getið ekki neita því. Og ég verð að viðurkenna það að í aðdraganda alþingiskosningan síðustu, það var eini kostingafundurinn sem ég fór á, það var hjá Flokki fólksins í Fjarðabyggð. Af hverju var það? Mér langaði bara að tjekka stemningunni. Stemningin var góð. Þannig að ég held gott fólk sem bara með stórt hjart og vill vel, en auðvitað er ekki hafinn við gagnrýni, en mér finnst samt að það þurfa að geta svona jafnræðis í gagnrýni umræðum stjórnmálum. Já. Varðandi í daginn í dag, þá fannst mér fréttin vera að Ragnar Þór sé að fara í húsnæðismálin, sem að það var hans aðal áhugamál þegar hann var formaður VR, hann er sprottin upp úr hagsmunasamtökum heimilana og sem að fjölluðu brotið húsnæðiskerfi. Þannig að það er ekki oft sem að ráðherra kemur svona einhvern veginn inn með svona sín mál, sko. Allt í ferðu tækifæri til þess að gera þetta. Já, og þess afstöðu líka eins og mann hefur. Já. Og þekkingu. Já, það verður mjög áhugavert bara að sjá hvernig við erum unni úr því. Já, það er oft mikið til hans að nú verða hann að gera eitthvað. Já. Ég held að, það verður pressað. En við tölum bara Flokk fólksins, það eru fleiri flokkar sem að er efni í umræður. Sjálfstæðisflokkurinn á endaleysu hruni og þetta er gamli valdaflokkurinn sem er þriðji stærsti flokkur, eða ekki? Jú, nefnir í Reykjavík, það virðist ganga ágætlega þar, það er svona sveitarstjórnarmálin, en ég held að maður myndi aldrei lifa þessa tíma, að það yrði svona mikil umskipti, þótt að hafi ýmislegt gerst eftir hrun og það komið fram nýjar hreyfingar og borgarhreyfingin og flokkarnir skiptist upp og svo framvegis og það kom Björt fram til allskins hlutir í gangi, að þá held ég samt að maður myndi nú kannski ekki upplifa það að Sjálfstæðisflokkurinn færi niður fyrir 20% í fylgi og það er krísa og nú var ég að hlusta á Guðlaug Þór og Dag B. Eggertsson á Sprengisandi áðan og það er þessi ofur áhersla á það að ríkisstjórnin sé ekki að hugsa hagsmuni Íslands, heldur hennar eina markmið sé að þröngva Íslandi í ESB gegn hagsmunum landsins, eins og ég sé á einhverju mála einhvers, ég veit ekki, Soros eða hvað það er, sko. Og mér finnst þetta svo skrítinn málflutningur og ég einhvern veginn leiði mér efast að þetta verði, sko, jú, það er náttúrulega harður kjarni sem er á móti ESB, en ég bara sé ekki þetta stóra vandamál, það verður með þjóðaratkvæðagreiðslu og svo bara greiðu atkvæði
og hérna það verður einhver náttúrulega kynningar herferð og kostningaherferð fyrir Það er svolítið rifist í aðdraganda. Það verður svolítið rífist í aðdraganda, það má líka bara rífast í aðdraganda kostninga, ég meina, er það ekki eðlilegt? Það er búið að leggja fram þingsályktunartillögu aðild að Evrópusambandinu og undirbúnings þeirra viðræðna frá 137. löggjafarþingi Alþingis, það er 2009 og það er alveg margir sem hafa viljað koma að því og hvort sem það eru Sigmundur Davíð eða Össur Skarphéðinsson eða hverjar, ég meina þetta er endalaus umræða. Og þess vegna held ég að vera bara svo gott að geta farið í gegnum þetta og svo kemur bara nei eða já og þá getur við sett þetta til hliðar. En ég sé ekki, á maður að keyra einhvern veginn bara alla sína andstöðu og gagnrýni á ríkisstjórnina bara á þessu, Ég held að menn komast ekki langt á því. Saka andstæðingi við landráð hefur alltaf verið vinsælt í pólitík. Já, en virkar það? Já, það virkaði gegn sósíalistum og kommunistum og þeir voru meðal landráð alla 20. stöndina. Nú 21. stöndin. Trump notar þetta mjög mikið. Þetta er bara landráðamenn. Ég held að svona alþjóða samningum, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf verið í fórustu. Það með deila þarna með ES, en það var Davíð og Jón Baldvin. Davíð komið Sjálfstæðisflokkin í það. Þannig að það er EFTA og það er Sameinuðu og það er allt. Þá En svo áverð líka kannski einn punktur bara með að nú vera að stofna einhverja svona vinstri var að stofna Vinstri heimsýn. Já, að það virðist vera svona jaðratnir hægrið og vinstri virðist vera á móti svona en svo er spurning með massan af fólki sem er á miðjunni. Þetta kannski er svona áhugavert sem mér. Er þings, er hún komið fram, hvenær eiga á þjóðaratkvæði þeirra að fara fram? Þetta var núna á þingmálaskrá utanríkisráðherra með vorinu, Já, en það var að koma fram þingsályktunartillagan þar er líklega dagsetningin. Ég myndi helst vilja gera það bara í vor, Ég meika ekki heilt ára af rifrildum með ESB. Ég held þetta sé alveg kjósi bara í febrúar, bolludaginn. ekki springidaginn. Nei, bara bolludaginn, bara drífið þetta af. Ég nenni ekki að hlusta á þetta. Samhliða 70. kosningum væri náttúrulega bara hentugt, en ég held að það sé ekki Það verið gott fyrir ríkissjóð. Já, einmitt. Það er að vera ákveðri fjalla frá sveitarstjórnarkosningunum svo yfirskikið þær ekki. Já, akkurat. Og ég held að það hafi verið samið það að hafa þetta seinni hluta kjörtímabilsins, þannig að þetta verður ekki 50. En varandi eins og með Sjálfstæðisflokkinn og komin niður fyrir 20% niður í 20% og ég meina gleymum því þó ekki að hann myndaði ríkisstjórn með Vinstri grænum og Framsókn og hvar eru þeir flokkar í þetta? Hvernig standa þeir? Þannig að ég held að við séum öll sem kjósendur dáliti minnug þess bara hvernig síðustu 7 árin voru áður en það verða þessar óbáslegur umbreytingar á hinu pólitíska sviði. Þannig að ég held að ég vil bara segja það gerðist voðalega lítið á þeim 7 árum. Bara það gerði það. Jú, það kom COVID og fyrst og það bara Jarðveldar á sögunni sem segja þau ráðherrarnir. Já, og þau gerðu það sem ætla svo til að þeir sem stýra landinu hverju sinni þegar náttúruhamfarir og aðrar hamfarir að ræða, þeir gerðu bara það sem var rétt en við sem kjósendur erum alltaf að horfa með okkar nærsýnisglirum bara hvað á ég afgang og hvernig kemst ég til Tenerife mjólinn eða hvað það er. Þannig að, en ég meina, Vinstri grænir ekki lengur á þingi. Framsóknarflokkurinn við það að þurrkast út. Þannig, og það eru þarna, hvað er ekki 14. eða 15. febrúar sem er flokksráðsfundur eða hvað sem flokksþing Framsóknarflokksins og þá verða þar ykkur valdaskipti. Lilja er búin að gefa kost á sér og það er ykkur í varaformiskunu. Mér held ég Ingibjörg Ísaksen verið formaður ef hún vill að. Ég held hún sé sterkasti frambjóðandinn. Hún er í norðausturkjördæmi sem hefur verið svona helsta vígi flokksins. Hún er þingflokksformaður, var bæjarstjórnarmaður á Akureyri. Ég held að. Hún er góður kostur fyrir flokk sem hefur minnkað og það sem eftir er að flokknum velja sér forystu. En ég held að Framsóknarflokkurinn muni líka horfa til þess hver er það sem getur stækkað flokkinn. Og þá er hún ekkert endilega efst á lista. Það er bara þannig. Og hver er þá?
Mér finnst það mjög ólíklegt að flokkurinn velji Lilju sem að ég nú sagt að ég fekk fleiri atkvæði en hún síðan sko. Þannig að mér finnst fólk sem að fær svona vonda kosningu að það get ekki komið fram og búist fram til formans. Ég sagði þetta með Svandísi líka og fleira að fólk verður náttúrulega bara að horfa, þú náður ekki að íta steininum upp brekkuna sko. Og þá verður þú bara að færa þig til og reynir ykkur annar. Það verið að tala um Willum eða ekki? Hann voru að gefa þetta frá sér eitthvað? Hann fekk ekki góða kosningu heldur. Það er náttúrulega eins og þú ert að benda á. Ég held að sé meirinn helmingurinn af þeim sem að kusu stjórnarflokkana 2021 er farin. Þannig þetta er næstuð eins og hrun samfélgíkarinnar eftir hrun. Sem við erum að horfa á stórkostlegt hrun allra þessara 3 flokka. Og sem að hlýtur að vera náttúrulega merki til hinn að ekki reyna svona fjólubláa stjórn. Við sjáum þetta í Danmörku, ég held að þessi komin ekki langt undir, aðeins undir 30%, samanlagt fylgi stjórnarflokkana þar, sem að er sambærileg ríkisstjórn og var svona kratar og hægri menn saman. En sko í þingflokki Framsóknar eru bara 5 þingmenn. Þeir eru vandræðum. Og ef það er ákjósanlegt að formaður sé á þingi, þá er ekki mörgum að velja. Nei, það er sko. Og Sigurður Ingi er að fara, sko, þá eru 4 eftir. En ég meina, já. Og Stefán Vagn er búin að gefa kost á sem varaformaður. Og þá eru 3 eftir. Hallarhundur hafnaði að hún ætlar ekki að vera formaður, þá er ekki margir eftir. En sko, eins og þú nefnir, ef það á að stækka flokkin, þá þarftu nú kannski að leita eitthvað út fyrir. Þá þarftu kannski að fá nýtt blóð. Þeir svolítið Sigmund Davíð 2009. Já, akkurat. Þarf það að fara í allsherjar naflaskoðun. Þeir þurfu að fara í mikla naflaskoðun. Já, ég meina, en hvað með Einar Þorsteinsson? Ég meina, það er sem er sama með hann, sko. Hann fekk 17,2%. Núna mælist hann ekki inn í borginni, sko. Og auðvitað er það skoðanakannanir, þannig að kannski mun eitthvað stórkost að gera þannig að hann muni fara og vinna 3 borgarfulltrúa, maður bara sér það ekki. Sko. Mér finnst hann ekki hafa neitt sérstakar hljómgrunn í Reykjavík bara. Fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar, þá var Framsóknarflokkurinn í skoðanakönnunum með 4 borgarfulltrúa inni áður var komin fram framboðslisti. Það var bara þannig var tíðarandi. Þessar sveiflur verða svona. Það var svona sterkt. Já, og þannig að það er ekki hægt að það verður til einhver svona sveifla og svo bara nærðu að standa á brimbrettinu eða ekki. Stjórnmál er ekki sömu trúarbrögðin kannski þetta voru. Engan. Það er ekki sama tryggðin við flokkana sem var kannski ekkit góð sko. Nei. Og það var það sem íslenska kosningarannsóknin afhjúpaði bara að fólk ég meina tilvera þeirra byggist ekki á hvaða flokk það tilheyrir lengur sem var. Þannig að þú veist starf bliki og heldum við Breiðabliki gegnum súrt og sætt. Þetta er allt sem að breyst. Það er eitt í íþróttunum sko. Það má skiptum lið niður á við. Þú mátt skiptum lið, fara og halda með liði sem er lagara og svona með minni status og mátt ekki skipta lið upp á við, það er bannað sko. En kosningarna sem við sýna það líka að fólk kýs eftir svona lífsafstöðu sinni. Það er ekki þannig að sá sem að kaus VG sé alltaf að fara að kjósa miðflokkin og þess að sjáum við þetta í könnunum að meira og minna er svona hægri blokkin að rífa hvora annari og núna er af hverju er samfylkingin svona með 30% fylgi. Það er vegna þess að VG og allt vinstra megin við samfylkinguna er bara í rúst. Og þetta er alþjóðabandalags fylgið þarna inni. En það er ekki þar með sagt að það sé endilega viðurkenning á stefnubreitingu Kristrúnar. Og ég var að líka við þegar fólk er að lesa út úr skoðanakönnunum að fólk sé að taka undir miðflokkin. Á hverju er miðflokkur svona hár? Hvernig er hinni flokkarnir í stjórnarandstöðu? Er Framsókn í stuði? Er Sjálfstæðisflokkurinn í stuði? Þetta er miðflokkurinn hár. Þannig að þetta er eins og með Píratana sem voru upp í 34% í 1,5 ár og þá bara lagðist upp að bryggju þeirra fylgi sem var óanægt með hitt. Það var stjórnarandstaðan, þá var samfylkingin í sárum, VG í sárum, það var reyndar Björt Framtíð sem var nú alltaf svona svolítið skrítinn flokkur, svona náði ekki almennilega takti. Þess vegna hékk þetta fylgi við Píratana. Þegar var búið til kosninga, þá bara endaði 14%, 20% á tildröð stuttu tíma. Og ákveður var búið til kosninga, það var þetta Panamaskjölunum. Hefði Pírata vilja bjóða upp á annað svona startskott, heldur það? Nei, þeir fengu besta startgósið í 34%, endur í 14%.
Það var vegna þess að þetta fylgi var ekki vegna þess að viðurkenna stefnu Pírata innan hátt. Þess vegna var ég við þegar fólk er að halda að það sé allir honum sammála Snorra Másinni sem allir er að halda fram einhverjum skoðunum sem hafa aldrei verið til á Íslandi, einhverja hvítra yfirburða ekki frá Bandaríkjunum. Það bara getur ekki verið. Ég er búin að vera til hérna í 65 ári í dag og hérna... Áttu ammali? Já. Til hamingju. En hérna, og ég bara kannast ekki við þá þjóð, sko, sem allt í náttúrulega bara stökkva upp í mannhatursrútuna og eru bara í hálfgerðu Ku Klux Klan stemmingu, sko, ég bara kannast ekki við það. Nei, en við skulum samt ekki veljum það vanmeta. skásta af þeim kostum sem eru næst okkur einhvern veginn, sko. Eins og segjum, maður fer af þú veist, því sem maður ekki svanalega, maður er ósáttur og fer maður á sem er svona, en maður er aldrei sammála öllu sem að þessi stjórnmálaflokkar standa fyrir og Svo þegar hann líður kosningu þá hugsar öðruvísi. Þú hugsar öðruvísi þú að segja þetta í skoðanakönnunum, en þegar alvaran kemur, og við höfum séð að miðflokkurinn tapar fylgi þegar það fer að líða kosningum, en þegar alvaran kemur þá er kannski ekki, það er ekki að fara að veðja á Sigmund Davíð, sko. En veistu, Gunnar, ég held þú þurfi samt, sko, þú segir ég kannast ekki við þetta er ekki rétt, það er ekki til svona mannhattur, við hefum ekki að vanmeta það. Því að, sko, þú segir þú ert 65, ég 50, sko, við erum ekki í sömu tengslum við yngstu kynslóð kjósenda og við mögulega verið áður. Við höfum börn. Já, við höfum börn og hérna það er ýmislegt, það er ástæða fyrir því að Snorri Másson er svona vinsæll og það eru margir ungir menn sem horfa til hans sem fyrirmyndar sem að þóra að segja hluti hérna, sem að þurfi að ræða og svo framvegis. Ég held að við hefum ekki að vanmeta það, bara alls ekki vegna þess að þá við getum fengið sko bara beint í andlitið aftur. Samanlega, ég held að sé ákveðin gerjun hjá ungu fólki, sko, með öllum þessum nýja málflutningi og allt það og þetta nær ekki gegnum hefðbundna fjölmiðla, þetta fyrir gegnum alls konar hlaðvörp og alls konar streymu að hér og þar, sko, sem að bara þetta unga fólk fær alltaf aðrar hugmyndir, skilur við, og það svona verður þetta ekkert, sko, þessar, hvernig viljum við á Íslandi byggja upp samfélag, snýst ekkert endilega bara hvað viljum hugmyndirna koma hérðan og þaðan og allt þetta, þannig ég er algjörlega sammála þessu, þetta er alvarlegt, sko, svona í stóra samhengi hlutana, þessar ungu kynslóðir við hvaða gildi og viðmið eru þær að alast upp, hvaða skilaboð eru þær að fá, hvaða support eru þær að fá fyrir það, þú veist, og hvaða fyrirmyndir og allt þetta skiptir máli. Þetta Jordan Peterson dæmi og þetta kynjað að því leyti að sko ég heyri til dæmis bara hjá ungu mönnum sem segja býttu fyrir ekki, í hvaða forréttindastöðu er ég? Ég hef aldrei notið neittna forréttinda fyrir það að vera kallmaður hér. Þú veist, og eiginlega þvert á móti. Konundar eru með hérna ungar athafnakonur og þær eru með kvennaklúbb hér og kvennaklúbb þar og það eru styrkir og það eru mentorar og það er ítt undir ungar konur alls staðar. Ég get ekki borið sko syndir feðrana á herðunum. Þú veist, og svo hérna ofan á það að það náttúrulega kemur Me Too og hérna ég á bara að hafa samviskupið yfir því að vera kallmaður. Þolið það ekki. Ég er bara þarna er maður sem ég get hlustað á, sko. Já, vonandi er þetta lítið hópur vegna þess að hérna það er ekki viti í þessu. Það er ekkert sérstakt fylgi miðflokksins meðal ungra. Ekki heldur frekar umbótaflokkurinn. Þetta er fyrst og fremst afstaða gamalla karla. Svo er það eitthvað svona sem er rosa, ef þú ert ungur, það er sniðast sem þú ert gert er að þú veist að gangi augun á gömnum köllum. Því þau bera þig á örmum sér og það er svo samfærið því hann næst svo gott við til unga fólksins og komur. Það eru bara einhverju gaurar sem eru að vappandi hann í kringum einhverja gamla kalla sem eru bara að vinna við þetta. Þetta snýst ekki bara með, þetta er pínu líka bara svona trumpismi, skilur, sem er aðeins finnst mann vera svona ná til ungra kallmanna. Ruddaskapur bara. Já, og hreinar línur, kirkjusókn og svona. Já, alls konar, já. Þannig að þetta er vítakar en þetta. Í allri þessari óreiðu sem bara er sækir að ungu fólki og bara öllum, að þá, og svo kemur einmitt Snorri Másson og tala bara skýrt. Stillir akkurat hérna myndböndi sín þannig að það næri yfir athyglisbanni hjá þessu unga fólki og ég held að sé þannig að það sé raunverulega eitthvað fylgi þarna baki. Og hérna þetta séu ekkert endilega hérna ungi kallmenn að hlaupa eftir einhverjum gamlum síðan miðaldra mönnum. Ég held að þetta sé raunverulega eitthvað sem er til staðar og það mun svo síðan bara koma í ljósi í kosningunum hvernig hérna hvort það raungerist. En ef það er hreyfing meðal ungra karla
segjum að þeir geti náð 20% fylgi ungra karla og það sé sko hreyfing meðal karla, konurnar eru ekki þarna, ungu konurnar eru ekki í Miðflokknum. Eigum við að vera að horfa á kannski hreyfingu sem er 12% ungra karla sem eitthvað leiðarljós í hvernig við ætlum að móta samfélagið? Nei, þetta er þarna, sko. Já, ég meina, who cares? Já, þú tekur það aftur við, en við erum að tala hvað áhrif þetta getur haft á aðra. Það sem hefur eyðilagt stjórnmálinn í okkar heimsluta er að aðrir pólitíkusar fara á taugum yfir þessu og fara að leika eftir þetta og allt í henni er eitthvað svona örlítill hópur, jaðarhópur. Ég meina við erum með niðurstaðan liggur fyrir í Bandaríkjunum. Hvað gerist þegar bara repúblikanaflokkur bara fer og eldir einhverja makarhefingu sem hvað haldið þessi stóri Bandaríkjunum? Kannski 30%. Allt í einu er hún orðið ríkjandi og búin að ná völdum. Og allt í einu er bara öll stjórnmálin okkar byrjuð að snúast það hvernig einhver jaðarhópur til vinstri að þinn er frekur og ágengur og allir eru óundibúnir og hissa. Allt í einu hann byrjar stjórnaldur umræði. Ég held að við verðum bara alvarlega að fara að vakna. Sko. Við passum það hér á þessar stöð. En nú komum við að hálfleik. Ég þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Vigdís, Viðar og Þóra. Og hér á eftir Smári þá er það að koma til okkar Sóley Kaldal, Kristi Hrafnsson og Dagbjörg Hákonardóttir. Já, í liðin sem er bannað að segja Trump. Nei, við erum að tala um heimsmálin. Já, ok, takk. Eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið Stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.